Þetta Frikki Dór með lagið að eilífu. FM 95 Blö heilsar ykkur á þessum 50 degi og það gestastjórnandi hér í stúdíónu. Hann heitir Helgi Seljan og ég ætla bara að byrja því að bjóða þér velkominn. Takk. Hvernig ertu, Helgi Seljan? Ég þokkalegur Auðun Blöndal. Er það ekki? Jú. Hjöppi K sem oftast með mér á 50 dögum, hann verður mættur hérna á morgun í föstudagsfíling. Þannig að Helgi leysir, Hjöppan af þennan 50 daginn. Þú ert mikill FM 957 maður og ætti nú að þekkja flest lögin einnig, ekki? Jú, það ekki allir sem vita það en hlustendar á FM 957 var fyrstu 7 árin samanstóða mér, Kalla Lú og Þresti 3000. Það hárið rétt og þess vegna kom ekkert annað til greina en að fá eitt svona legend úr hlustunaráði FM 957 og við erum með spikfeitan þátt hérna handa ykkur í dag. Við ætlum að fara í karaoke. Þetta verður svona miðvikudags þema hjá okkur af því að það var ekki hefðbundin þáttur í gær, á svona best of þáttur. Þannig að við ætlum að taka miðvikudagsprogrammið, við ætlum að keppa í karaoke hér á eftir, við ætlum að kíkja í hvað segir Kettlin. Ég þarf að útskýra það fyrir þér á eftir Helgi, þá sem sagt hringjum við eitthvað út í bæ og eina sem við mátt segja er hvað segir Kettlin. Ekki flókið. Þannig þú ættir að ná því. Ég er að spája að láta þér líka hringja í mömmu þína og fíblast aðeins í henni. Það er svona þraut sem að gestastjórnendur þurfa að taka. Okay. Þú ferð í hress-innkomuna hérna á eftir og fer nú létt með það, en það er hress ungu drengur. Íðalega hress. Og svo gerði ég at í RÚV líka. Það var allt vitlaust í fyrradag. Þá var sýndur vitlaust þáttur af Guiding Light hjá RÚV og síminn þar stoppaði ekki, þannig ég ákvað að taka þátt í því og hringdi sem eldri maður og var pirraður og hinnir bara yfir því að þeir skildu hafa endursýnt Guiding Light þátt. Það er alveg ótrúlegt einhvern veginn, maður hugsar ekki, maður fattar ekki einhvern veginn hvað eru margir að horfa á þessar sábóperur. Þetta er alveg ótrúlegt og það var sko, þú varst alltaf finna við að vara, þú varst ekkert eini gamli maðurinn sem hringdi eða gamla konan sem hringdi og kvartaði yfir. Það láfist bara allt niðri þannig uppi frá. Það ég held að sé lúmst bæði með Guiding Light og Bold and the Beautiful á Stöð 2. Bara fólk er að bara heima þessar að horfa á þetta. Já, og það sem er reyndar svo magnað við þetta er að fólk skuli hafa verið brjálaður í að hafa mist út eitt þátt. Já. Af því að ég hef svona haft það fyrir reglu að horfa á þetta á 5 ára fresti og mér finnst alltaf eins og að sé að dettin í sama þátti. Já, það breytist aldrei neitt. Það er alveg staðfest. Ég stundum eins og sér hérna, þá er Stöð 2 hljóðlaust hérna við hliðina. Og þegar Bold and the Beautiful er á, það er alveg ótrúlegt. Það er ennþá sem sagt Brooke og Taylor að rífast Ridge. Já. Og það er búið að vera þannig sem ég bjó á Sauðárkróki 14 ára. Já, og það er alltaf einn í kóma. Já. Þau eru helst að rífast yfir rúminu. Já. Þessum einhver er í kóma og er svona opnandi og lokandi augunum. Og hann veit eitthvað sem að einhverju aðri mega ekki vita. Akkurat. Og það er alltaf einhverju sem að vilja að verða áfram í kóma. Algjörlega. Það er líka meira sem við þurfum að ræða hér á eftir, það er Eurovisionið. Þurfum að fara aðeins yfir það, Íslendingar að fara að keppa á laugardaginn og það er Eurovision í kvöld. Og ég veit ekki, ég horfði á þetta núna á þriðjudaginn. Þá þetta beð maður spenntur eftir að sjá Jónsa og Gretu. En svo þegar það var búið, þá var þetta einhvern veginn ömurlegt. Það voru öll lögin ógeðsleg, þó ég taki þannig til orða. Og þannig ég spyr, er einhver að horfa á þetta í kvöld þegar Íslendingar eru ekki? Þetta er bara einhvers lundakeppni, er fólk sem er bara búið að poppa og ætlar að panta sér pizza og horfa á Eurovision í kvöld? Hvað þú að horfa á þetta, Helgi? Nei, ég reikna nú ekki með því. En það er nefnilega merkilegt nokk. Þá er held ég bara alltaf alveg mjög svipað áhorfa á þegar, kannski ekki eins og þegar Ísland er að keppa. Ég held að sé svipað bara á það þegar Ísland er ekki að keppa. Er fólk þá bara svona að tjekka á lögunum sem við erum að keppa við? Já, það er alltaf bara fullt af fólki sem horfir á þetta bara eins og HM, skilur. Þó að hætti með Englandi og horfir það samt á Þýskaland, Grikkland eða eitthvað. Já, við erum svona nett Eurovision þjóð, en horfðirðu á þriðjudaginn á Eurovision? Já, ég sá þarna eitthvað slatta. Ég horfði á þetta með dóttur minni og konu minni. Það var mér fyndið að það var margt mjög skrítið í þessu Já, skrítið er eiginlega vægt til orða að tekja. Ég rætti þetta aðeins í gær og nú er fínt að geta að bánsa þetta með einhverjum hérna. Mér fannst þetta á köflum, þetta var ekki tónlist, svona ángríns. Fyrsta lagi þarna frá Montenegro, bara eins og einhver fyllibitta. Já, ég missti reyndar að því. Svo ég sá hana öskuraban frá Albaníu hana, gæluna sem komst samt áfram. Já, það var eins og hún var með kött á hausnum. Já. Búin að vefja hann einhvern veginn hausinn á sér og öskraði bara í mikrofóninn. Algjörlega.
Hún var í einhverja tilfinningagreppi Já, það var eitthvað svolítið spes. Svo var bæði Austurríki og Sviss voru mjög fríki. Það var súludansrappið þarna. Já, jésus. Það var skelfilegt. Gellurnar þarna með ljósin á rassinum. Já. Hvað var það? Það sem líka, sko, þegar ég horfa á svoleiðis atriði, þá, maður verður átt á svo því að þetta eitthvað atriði sem komst áfram í sínu heimalandi. Þannig að fólki sem kaustu áfram í þessa keppni, það var að horfa á þennan súludans og hugsa með sig hvað það verið flott. Já. Sem alveg ótrúlegt. Já. Og líka, það alveg saman hvað við Íslendingar gerum og tökum upp á. Okkur finnst alltaf stórkostlegt að sjá þetta. Já. Núna var hálf þjóðin alveg steikjandi brjáluð yfir því að frík út og stress yfir því hvort að strípuna myndir okkur renna til í hausnum og Jónsa eða hálflengingarna detturinn stelpur. En það held allt sem betur fer. Já, og hann tók af sér smekkin réttur útsendingu sem ég held að það verið mjög sterkt múf. Það verið sterkt múf. Já. Það það sem ég sakna úr þessum lýsingum, þú veist að þegar Hrafnhildur þarna, hún alveg fín alltaf allt það. Hún lifir sig inn í þetta. Já, það verður seint sagt Hrafnhild að hún sé eitthvað að feika þetta, sko. En það að það sé ekki bara, ég væri til í að hafa þarna Gumma Ben og Hötta Magg til að lýsa þessu. Og Simmi líka var stórkostlur í þessu. Já, Simmi var reynda mjög góður og það var svona, hann gætt svolítið líka gert grína þessu. Já. En henni finnst þetta allt svo flott. Hún bara í geðsræningu. Já, hún náttúrulega bara... hún svona mikill Eurovision, hvað segir maður, nörd? Já, hún bara svo hrifnaðum úr Hrafnhildur. Já. Henni finnst þetta raunverulega bara allt vera stórkostlegt og æðislegt, sem að alltaf mörgum finnst og en já, ég væri til að sjá að því eins og þetta atriði með smekkin, mér fannst það alltaf tí voru ekki gerð nógu rækileg skil þarna í henni og brosið hennar Gretu. Já, hún smelti alveg í Colgate-in. Alveg svakalega. Já, en þau stóðu sér vel og voru flott á sviðinu. Svo líka það sem ég finnst eins og mér Hrafnhildi að þegar tvíburarnir fóru áfram frá Írlandi, Jedward viðbjóðurinn þarna, þá var hún alveg, þá sagði hún held ég orðrétt, mér fannst það fyndið heima hjá mér, og hún sagði, maður getur alltaf líst í að sjá þá hlaupandi, skoppandi á sviðinu, maður bara í einhverjari geðsræningu með þeim. Þannig hún var jafn glöð fyrir Írlandshönd og fyrir Ísland. Já, svona hún international, Hrafnhildur. Gleðin bara fölsk og laus hjá henni. Já, sem fallegt. Og það var hana atriði, að þið vorum að tala um Austurríki, svo Sviss, það sem var eitthvað svona band sem var, ég veit ekki hvernig, það var eins og hlusta á Blink-182 og Deepest Mode spila í kafi, í vatni. Það var skelfilegt atriði. Mér fannst þau eiginlega bara öll skelfileg. Svo ángríns, þetta var á köflum, eins og ég segi, bara ekki tónlist. Nei, svo fyndi að fylgjast með öllum, það finnst öllum eins og þessar rússnesku ömmur hérna sé alveg stórkostlegar. Já, ég veit það ekki, finnst þér það stórkostlegt? Nei, ég meina, hvað er ágætis flip, sko? Já, og gaman að senda ömmurnar og það að safna fyrir einhverju kirkjubyggingu eða eitthvað. En þetta er hundleiðilegt fyrir því, sko. Já, ég er sammálað því, en það er unnuvist kvöldið sem að segir ýmislegt þessa keppni og samkvæmt einhverjum pappírum sem að lága á netið þá lentu Íslendingar í 8. sæti. Í þessari fórkeppni, en við vonum að kjósi fleiri þarna í Evrópu á laugardaginn. Við allavega sitjum spennt, ég ætla að henda hérna í Of Monsters and Men, Dirty Povs og svo tökum við, slúður og hressuing komin helga, þannig ekki fara langt. Of Monsters and Men, Dirty Povs og Helgi Seljan og Gauti blöð með ykkur hér til 6 í dag og það sem að gerist alltaf á þessum tíma Helgi er að við förum í slúður hérna í FM 95 blöð. Ertu svona slúður drottning? Já, fylgistu með slúður eða til dæmis lendir á bleikum í trivia, ertu góður að svara? Já, ég er svona, þú veist, ég fylgist bara með öllum fréttum og þetta er náttúrulega mikið boðið upp á þetta í fréttum. Já. Það er bara... Það fer ekkert fram hjá manni? Nei, það fer nefnilega ekkert fram hjá manni og með allt þetta með, þú veist, að ykkur hafi gleymt að brosa eða sé að naga sér neglurnar eða eitthvað. Já. Maður veit óþægilega mikið þetta, sko. Það er rétt og ég stuðla því hér í FM 95 og ætla að halda því áfram. Ég ætla að byrja að slúðu pakkan á Channing Tatum, veistu hvað leikar það er? Já, hann leikur okkur eru óttir líkt saman. Já, þeir eru mjög líkir, myndalegir og massaðir. Hann er að leika, fyrir ykkur sem veit ekki hverju þetta er, þá leikur hann í 21 Jump Street hérna nýju, sem er virkilega skemmtilega. Ég hafði mjög gaman að henni. Og hann er að fara að leika núna nýtt hlutverk, þar sem hann leikur strippara, sem væri nú ekki frásögufærandi, nema það að hann er að opna sig hérna í einhverju viðtali, þar sem hann segir að hann vann sem strippari áður en hann byrjaði í leiklistinni. Hann segir að þetta starf sé ekki eitthvað sem hann myndi
vilja að sonur sinni eða dóttir tæki að sér, því að þetta sé virkilega innihaldslaust og ömurlegt líf. Hann segir hérna orðrétt, þú heldur að þú sért einhver rockstjarna upp á sviði, stelpur eru að klappa og kasta í því pening, en svo líður þér eins og innantómu blómi þegar þú ert komin á sviðinu. Rólegur félagi. Innantómu blómi? Hvað er innantómt blóm? Ég veit það ekki. Við þurfum að spyrja Channing Tatum að því. Hann er aðeins svo dramatískur að það, en hann vil meina að stripplífið sé ekki gott og ég held að það sé nú ekkert margi frægi leikarar karlkyn sem að unnu sem stripparar áður byrjuði í bransanum. Nei, getur verið að Hugh Jackman hafi verið strippari? Já, svona þú segir það. Já. Hann allavega hefur vöxtinn og líka mann niða. John Candy, ekki? Nei, hann var minna í því held ég. En þetta mundur fyrir réttan pening. Nú veit ég að þú hefur farið á sjó og fleira. Mundur vinna sem strippari Helgi fyrir réttan pening og konaði myndi gefa að lifa það? Já, ég veit það, jú. Ef ég hefði Þið líður eins og rockstjörnu þú ert upp á sviðinu. Já, það var eins og innantómt blóm. Ég var til að ég veit ekki, þú veist, ég get ekki ímyndað mig hvernig að vera eins og innantómt blóm. Þannig að já, tjekk, ég geri það. Já. Þetta er allavega það sem að Channing Tatum upplifið þegar hann var að vinna sem strippari og er að fara að leika strippara. Næsta slúður, það er krassandi hér fyrir hlustendur FM 95 blöð. Það er hann Justin Bieber, en nýjasta slúður og heitasta slúður í Hollywood þessa dagana er að Justin Bieber sé á lausu. Hann og Selena Gomez eru víst að fara í gegnum einhverja erfiðleika og Justin Bieber vildi hvorki játa né neita þessu öllu saman þegar hann hitti hana Ellen hérna á miðvikudaginn var. Og þetta er rosa frétt. Ég er enda skil vel hann skulle hvorki hafa neitað, játað að neitað að hann vera á lausu þegar hann hittir Ellen. Hann haldi öllu opnu þegar hann hitta hana. Já, hún reyndar væri meira til í kærastuna seldi. Hún er örugglega opin fyrir öllu bara þegar kemur að Justin Bieber. Ég held að hún sé stærsti aðdándinn hans, hann er alltaf aðdánd hjá henni. Mjög reglulega í hennar þætti. En þetta er það sem er sláandi við þetta líka. Ég var með slúður hérna fyrir svona mánuði síðan. Þá var hann gefinu hús. Þannig að þetta er skipast veður, Það var kannski það sem hún var bara að bíða eftir allan tíman. En svo náttúrulega líka, þú veist, það er komið sumartími og þá náttúrulega, ef það er komið sumar, þá lengist útivistartíminn. Hún er kannski bara lengur út að leika sér og er ekkert komin heim, Hann bara heldur þessu hætt saman þegar nú er hún bara út í snúsnú. Því að hún má vera leikurinn hann úti því hún er ára eldri. Hún er ára eldri. Já, hún er 19 ára. Nú heldur hann bara, já, ok. Hann nennir því kannski ekkert. En hvernig með svona, ef þú ert búin að gefa kærustunni inn í húsi, við höfum þetta rætt þetta, ég og Hjöppi í þættunum að þú til dæmis gefur kærustunni inn einhverja gjafir. Held ég ekkert margir hérna í Íslandi því hins vegar að gefa kærustunni sinni hús. Svei mig þá. En þú tekur ekkert gjafirna tilbaka? Jú. Er það? Já. Þú hikar ekki við það? Já, ég meina... Þú ert búin að gefa henni snjóbretti eða eitthvað, viltu þá bara fá það aftur? Þetta er saman, bara herðu. Kannski ef þetta er eitthvað svona custom made, þá náttúrulega þýðir ekkert að taka þetta tilbaka, þú getur ekkert selt það, en hús, þú bara... Spurning, þú bara tekur húsið. Ég myndi vilja húsið aftur, ég viðurkenni það. Sérstaklega líka ef hún er að dömpa á honum. Já, það finnst mér alveg lágmark. Ef þetta var öðru síðan á þennan, þá lætur húsið fylgja með. Þú ert að dömpa... Þá verður að dömpa öllum eigunum með. Já, ég sammála því. Þá viltu endið í góðu og bara svona, herðu, veist, þetta er ég en ekki þú, en þú mátt eiga húsið. Já. Herðu, svona er slúðrið í dag og svo er hérna, loka slúðrið bæði Megan Fox og Giselle Bundchen eru óléttar. Samkvæmt slúðurpakkanum hérna frá Bandaríkjunum. Já. Og Megan Fox er með fullorðinn manni sem heitir Brian Austin Green, veistu hver það er? Leik David í Beverly Hills. Það er alveg merkilegt maður. Hann var alltaf svona hann var alltaf óþolandi í þessum þáttum, sérstaklega fyrst. Svo allt í einu ákvaði einhver handritshöfundur bara, hann hefur örugglega mútað einhverjum handritshöfundum. Þá var hann alltaf í núslega mikil töffari. Já, hann var orðinn einhver svona DJ og söngvar og eitthvað og var orðinn einhver svaðaspaði. En hann hefur reyndar ekkert gert síðan Beverly Hills 90210. Nei. En er með einhverju heitustu leikonu Bandaríkjanna. Já. Þannig að einhvað hlýtur hann að vera að gera rétt strákurinn. Og svo Giselle Bundchen, hún er með honum Tom Brady hérna fótboltamanni og þau eiga von á barni. Það verður ekki mikið betra en það. Þetta var slúðurpakkin hjá FM 95 blöð og ég held að sé vel við hæfi fyrst hann enn á lausu strákurinn. Það setja Justin Bieber á. Beep it. Já, boyfriend. If I was your boyfriend, I'd never let you go. I could take you places you ain't never been before. Baby, take a chance so you'll never ever know. I got money in my hands that I really like. Be a Buzz Lightyear, fly across the globe. I don't ever wanna fight, yeah, you already know. I'ma make you shine bright. Þessi strákur getur verið á lausu, kallar sig Justin Bieber og lagið Boyfriend.
Það hins vegar komið að lið hérna helgi sem að kallast hraðaspurningar. Og það ekki flókið. Ég negli á þig hellingaspurningum. Þú getur ekki svara rétt og getur ekki svara vitlaust og átt basically bara svara það fyrsta sem þér dettur í hug. Þannig að þú veist ekkert að fara að hugsa svarið þitt, bara fyrsta sem poppar í hausinn, akkurat, fíntar með bjölluna og bara negla því inn. Herru, þá það hraðaspurningar á Helga Seljan og ég ætla að byrja þetta bara hérna. 1, 2, tilbúin? Þá byrjum við. Besta bíómynd allra tíma? Planes, Trains and Automobiles. Besta hljómsveit í heimi? Hvað kom fyrst? Guns N' Roses. Besti skyndibitinn? Hamborgari. Hvað kveikir í þér? Kvenfólk yfirleitt. Besta liðið í ensku? Wolves. Vissirðu fyrir löngu síðan og ætlaðir ekki að fara með Andra Freyja og Pearl Jam í Köpen en þú eru bara ekki að segja hennu það, ásért 100% off? Já, ég ætti að vera búin að viðurkenna fyrir löngu síðan. Hvað drekkur á jamminu? Það ódýrasta. Fallegasta kona fyrir utan maka? Hvað kom upp í hugan? Dorrit Músa. Já, næs. Hefurðu lent í slagsmálum? Já. Hverju var Íslandsmeistari í fótbolta? Breiðablik. Skeistu einhvern veginn í baðkar í ömmuðin á 30-aldri? Tjekk. Skeiti einhvern típa. Uppá Steven Seagal myndin? Ég man ekki hvað hann heitir hérna í flugvilli þar sem hann drepinn eiginlega strax. Hann ekki drepinn, hann fyrir upp með dekkinu og hún heitir Executive Decision. Ef þú mættir hitta hvern sem í heiminum, hvern myndir þú velja? Hvað kom fyrst í hugan? Bradley Manning. Já, næs. Hver skemmtilegastur upp á RÚV? Dóra í móttökunni. Ef þú yrðir að sofa hjá dýri, hvaða dýr eru fyrir valinu? Hamstur. Af hverju ertu á móti hjónaböndu samkynniðra? Ég ekkert að... Jú, vegna þess að hérna þau teppa öll plássin í kirkjónum. Upp á sjónvarpsþættir? Andraland. Hefurðu hort á Klám? Á Klám, já. Hvernig á að kjósa í forsetakosningunum? Ástór. Hvað eiga Jenna Jameson, Rocco Siffredi og Asia Carrera sameiginlegt? Þau eru öll á 50-aldri. Það glæsilegt. Þá þetta komið. Þetta skítið, takk fyrir þetta. Herðu, já, þetta já, ég fekk upplýsingar hérna frá einhverjum félag okkar, sameiginlegum vinn, sem að meðal annars vildi að kæmi hérna í hraðaspurningunum. Hann Andri á Flandri. Hann vill meina það að þú hafi vitað fyrir löngu síðan að þú sért ekki að fara með honum að Pearl Jam í Köpen, en þú bara ekki að segja honum það. Er það eitthvað til í því? Sko, ég vísa þessu beint til föður og svona. Nei, sko, málið að við erum búin að vera leiðin að fara á Pearl Jam síðan að ég var svona 12 ára. Já. Og hérna, svo loksins fáum við tækifæri til þess núna, þá lítur allt út fyrir, það ekki samt örugt, þannig ég ennþá að halda þessu svolítið opnu, að ég sé hugsanlega ekkert að komast á tónleikana. En ég þori ekki að segja hann það, því að hann er svo ótrúlega, hann tekur engu verr en höfnun, það geta allar stelpur sem hafa sagt honum upp, staðfest. Þannig ég meik ekki gera þetta og ég hugsa að þetta endi með því að tilkynna honum þetta í SMS-i. Já, hann allavega, þú viðurkenndi að reyndar hérna í hraðaspurningum. Já, á hann erfitt með höfnun, strákurinn. Alveg svakalega. Já, það leðilegt. Það eru besta bíómynd allra tíma, ég var mjög ánægð með þessar, Planes, Trains and Automobiles. Já, við vorum líka að tala hann á hann og hún alveg, ég nýbúin að sjá hana. Sko. Hún stórkostleg, John Candy fer þar þetta og kostum besta hljómsveit, Guns N' Roses, staðfesti það. Og þeir eru að spila í London núna 31. maí. Langar virkilega að kíkja á það, nema það. Þetta samt svona band í dag sem þú þorir ekkert að panta með á. Nei. Þú veist ekkert hvort þið mæta og svo bara, nei, þetta er alltaf einn sorgasaga. Já, flýgur kannski til London og tilbúin að fara á tónleika og svo fréttir það bara Axl Rose nenni ekki á svið. Já, þetta band er eiginlega svona, já, þetta er svolítið eins og frændiðinn sem er alltaf innúrinn kona. Já. Sem er ekkert slæmt, en þú veist, hann er ekkert... Þú fílaðir það þegar hann var frændiðinn? Já, ég meina það, já. Besta liði ensku var Wolves. Horfur kannski, þú ert ekkert svona fótbolta típa eða? Ég það ekki, sko. Nei. Ég veit bara hann Eggert hérna, eskvinningur, hann er í Wolves. Já, ok. Og ég og já, mér þykir hann svona töff típa, þannig að ég bara kýs Wolves, svo, já. Svo drekkur það ódýrst á djamminu, hvar enn svona eða þú ert að fara eitthvað, segjum ætlar að gera glaðan dag, hvar mættu aðdáendur Helga Seljan eiga vona að hitta hann? Sko, ég náttúrulega væri að ljúga að ég myndi ekki segja á Ölstofunni. Ok. En svolítið svona Ölstofu típa. Já, en ég held að það sé nú aðalega þar. Ég fer aldrei vestur fyrir like, ég hef það bara fyrir reglu.
Já, ok. Og þannig já, ég held að sé svona helst þar. Fallegasta kona fyrir utan maka var Dorit Musaev. Ég veit ekki hvernig það eiginlega gerist, en já. Hvernig poppaði það upp? En það var bara fyrst að setja þetta. Ég er hrifinn af eldri konum, ég skal bara játa það núna. Þessna sagði líka Dóra í móttökunum á RÚV. Já, hún kemur við í símaati hér á eftir. Já. Fylgist vel með því. Svo var, þú varst snöggur að segja þú hafi lent í slagsmálum. Varstu svona að Red Bull sem úlingur eða? Já, ég lendi nú oft í slagsmálum. Ég var nú oft lamin líka, en hvernig lendi ég síðast í slagsmálum? Já. Það er nú orðið svolítið síðan, sko. Já. En minnið í dag. Já, ég fæ engan til að slást um mjólið. Ég er alltaf stenditt fyrir utan ölstofun og öskrandi ber ofan og allir bara, ekki hættu þessu. Já, ég meina, var ekki eitthvað frétt daginn með Tóta blaðamann? Getur ekki tekið lurgin á honum? Jú, það er alltaf klassískt að lemja Tóta. Hann var ykkur slagsmálum. Það er að kenna honum allt grein. Já, skemmtilegastur, já, það var í móttökunni. Ef þú mættir hitta hvern sem er í heiminum, hvað sagðirðu þar? Bradley Manning, ég veit ekki okkur, ég var bara alltaf inn að hugsa það er gaurinn sem er sakaður að hafa lekið öllum skjölunum til Wikileaks sem er núna bara haldið í ykkur Alcatraz fangelsi í Bandaríkjunum og er bara í tómum skítkall greið. Já, þannig að þú myndir vilja ræða það eitthvað við hann kannski? Já, það væri gaman að hitta hann, bara sjá hvernig hann hefur það. Já, þú var snöggur að svara með klámið og svo var það hamstur. Þetta er svona að koma allt þarna fram. Og hvað ætlaði að taka ástóri í forsetakosningunum? Já, við fannst það einhvern veginn bara meikaði sens. Máttu segja Þóra, eitthvað voða svona, eru menn eitthvað í felum með það upp á RÚV? Nei, ég meina, það er náttúrulega ekki allir upp á RÚV sem ætla að kjósa hana, en ég meina, við náttúrulega erum, vinnir og hún er og samstarfsfélagar og ég meina, ég er ekkert að fara að fjalla um þessa forsetakosninga þannig ég kom einhverjum á óvart og ég myndi segja það að ég væri allavega íhugað að kjósa hana, sko. Já, nákvæmlega. En ég ætla að vona að það verði ekki Já, þó ég væri náttúrulega helst til ég að hún myndi ekkert gera þetta, sko. Því það er fínt að vinna með henni, sko. Já, hafa hana bara í sjónvarpinu. Já. Við sjáum til hvernig þetta fer allt saman. Þetta voru hraðaspurningar á Helga Seljan. Það styttist hér í símat sem við gerðum upp á RÚV, sem tengist mistaka vegna sýningu á leiðarljósi. Svo ætlar Helgi að hringja hérna í mömmu sína. Við erum með hvað segir kettlin, karaoke og ég veit ekki hvað. Það er nóg að vera okkur strákunum. Fáum eitt af mínum uppáhalds. Know what that means. No one knows what it means, but it's provocative. No, it's not. It gets the people going. So hard, motherfuckers wanna find me. Myndband ársins. Tilnefnd eru FM 95 Blö, Auðun Blöndal, Hemmi Gunn, MC Gauti ásamt Blas Rokka, Little Talks of Monsters and Men, Okkar leið, MC Gauti ásamt Friðriki Dór, Over, Guskus, Stjörnufröp, Gabriel ásamt OP og Valdimar, Too Late, Þórunn Antonía. Hlustendavelun FM 957 2012 í Hörpu 2. júní. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, þá Tromp. Njóttu þess að vera til. Þú hefur þetta allt í hendi þér. Kortið og hreintök. Síðasta Eurovision ball Páls Óskars á NASA laugardaginn 27. maí. Miðasalan er hafin á miði.is. Þú vilt ekki missa af Eurovision balli Palla á NASA með Bacardi Ras í hönd. Tromp í nýjum umbúðum. Trompaðu daginn, þá Tromp. Hamborgarafabrikan fæst í Hagkaup. Grillhamborgarafabrikunar eru í tilbúnum pökkum með brauði, sósu, salti og pipar. Hvort þú ert heima eða á ferðalegi, vertu viss að grilla 100% hágæða hamborgara. Grillhandbókfabrikunar fylgir frítt með. Hamborgarafabrikan í Hagkaup. Sælt verið fólkið, Stefán Sölvi hérna. Viltu massa þið upp? Kíktu þá inn á sportelitan.is. Fjarðþjálfun í heimsklassa. American style. You're one of my kind. I need you tonight. American style. Túborg og Bar 11 kynna. 2 fyrir 1 frá 4 til 22 alla daga. Túborg og Bar 11, 2 fyrir 1. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is
Reykjavík Music Fest á Factory, NASA og Kex Hotel helgina 24. til 27. mæ. Framkoma, Dikta, Nælmar, Legend, Reykjavík, Tilbury, Morðingjarnir, Benny Hemhem, Snorri Helga og fleiri. Reykjavík Music Fest í boði Iceland Express, Reykjavík, Kex Hotel og Túborg. Lottobáturinn stefnir í 38 milljónir. Lifðu þér smá lottó. Íslenska landsliðið mætir tveimur af sterkustu knattspyrnuþjóðum Evrópu í beinni á Stöð 2 Sport. Frakkland-Ísland á sunnudag og Svíþjóð-Ísland á miðvikudag. Fáðu þér áskrift á stöð2.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið. Það eru Íslandspóstur, Colgate, Bakarameistarinn og Iceland Air sem færa þér íslenska landsliðið á Stöð 2 Sport. Dílar.is. Nýr hópkaupsvefur fyrir þá sem vilja meira fjör. Sumarblað Símans komið út. Þar finnur þú skemmtilega snjallsíma og hugmyndir að því hvernig hægt að nota þá á ferð og flugi. Vertu með í sumar á stærsta 3G neti landsins. Síminn. Ekki kaupa hvað sem þó það sé á einhverju vikutilboði. Nema núna! Elbökudagar á öllum stöðum Ritso. Allar pítsur á matseli á 1380 krónur. Hringdu núna í síma 5777000. Ritso pizza, Grænsásvegi, Bæjarlind, Hraunbæ og Mosfellsbæ. FM 95 Blö í boði. Nýtt hjá Kretia. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 dagar. Kretia. Lakkeról, slættir og körulunum. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö á FM 957. FM 95 Blö ennþá með ykkur á þessum 5. degi og hann situr ennþá hjá mér, hann Helgi Seljan, og það komið að lið sem að þú hræðist pínu, Helgi. Já, ég hef bara sjaldan verið svona hræddur, sko. Já, þetta sko, þú ert ekki svo fyrst. Ég læti eiginlega flesta gesti mína fíblast eitthvað aðeins í mömmu sinni. Af því að ég gerir mikið af því sjálfur hérna í þættinum. Og Helga, Braga og Steindi og fleiri hafa þurft að taka þessa þraut. Og við ætlum að hringja núna í mömmu þína. Hún veit ekki hvort hérna hjá mér. Nei, hún veit ekki. Nei, þú veist ekki að monta á því við hann eitthvað. Þú verður að fara í FM 95 Blöð. Nei, ég náði ekki hérna. Ég gerði það við pappa hins vegar og ömmu og afa. Ég náði ekki í mömmu, sko. Ok. Og við vorum komnið með eitthvað svona smá plott. Þú ætlar að hringja í hana? Já, ég ætla að hringja í hana og segja henni sérst að ég sé að fara að koma fram í ammæli, 60-sammæli hjá Páli Magnúsinni. Já. Útvarpsstjóra. Og ég þurfi, það skilyrði sem að konan hans hafi sett var að ég yrði þar í, kæmi fram í kvenmannsfötum. Já. Ætlar að fara í undirföt á móðinni eða? Ætlar að fara í þann pólinn á hann eða? Ég ætla að sjá hvernig þetta gengur með kjólinn, sko, en ef að það gengur ágætlega, að ég eiginlega svona nokkuð viss það, að ég ætla að, það svona einn ákveðin kjóll, eitthvað svona balkjóll sem hún á, svona einhver sakarflottur, ég ætla að fá hana til að lána mér hann. Ok. Og ég fæ svo mikið í magan bara að hugsa þetta, og ef að það gengur vel, þá ætla ég að segja henni að ég hefi ofanálega tapað veðmáli og ég þurfi helst að aðtókast hún ekki svona, hvað heitir þetta, svona korselett. Já. Ok, ég fíla þetta. Herri, þú ert að fara nær mæknið þegar þú tala hana, annars heyr hún lítið þér og... Ingun. Hæ, skan Helgi hérna? Já, sæl.
Hvað segirðu? Allt fínt, en þú? Jú, þokkalegur. Heyrðu Skani, ég er í smá vesinni. Það er 60 afmæli hjá Páli Magnúsinni á föstudagskvöldi, annarkvöld. Já. Og kona hans hringi mér í gær og biðja mig að koma eitthvað fram að í afmælinu hjá honum. En ég þarf að gera það í kvenmannsfötum. Já. Þið finnst það ekki fyndið? Jú. Já. Nema eiginlega, ég fór aðeins að hugsa þetta í hvað kvenmannsfötin getur verið og mér datt í hug kjóllinn sem þú varst í á Þorrablótinu, þessi stóri hérna. Eða hann er svona, þú veist, þú var rosa mikill, ekki stór, þú er náttúrulega mjög nett og allt það, en hann er svona frekar stór. Eða þú veist, hann er svona mikill hvort það væri ekki fyndið að vera í honum, heldur ég kæmist í hann. Býtu hvaða nákvæmlega, býtu að segja þetta? Þetta er svona einhver svona galakjóll sem þú notar oft, þú ert að fara þú veist, með pappa og frímúraradótið og allt það. Já. Hann er svolítið svona mikill svona, þú veist, pilsið eða það. Þannig? Já, þú kemur því reyndar ekki að þér, sem að ég var á þegar þið fórum með mér. Já. Sem myndin er af okkur. Já, einmitt, þarna Þorrablótinu þar. Já. Þú kemur honum reyndar ekki að þér, sko. Nei, ok. En ég á sannlega annan bara sem geti látið taka. Ok. Veistu eitthvað sem er að fara? Já, ég gæti nú örugglega að redda fari, sko. En svo svo lendi ég reyndar í öðru. Ég tapaði veðmáli í dag í vinnunni. Þannig að ég þarf eiginlega að vera í kvenmanns undirfötum líka. Já. Er ekki til eitthvað svona eins og korselett? Er það ekki alltaf vinsælt? Ég meina svona samfellaða svoleiðis. Já, er það ekki svoleiðis eitthvað? Getur maður ekki fengið svoleiðis einhvers staðar? Jú. Er þetta annað kvöld? Já, þetta er annað kvöld, sko. Já. Ok. Herðu mamma, ég get þetta ekki lengur. Ég skal ég segja ég er að fara að leysa af í útvarpsþætti á eftir hjá Udda Blöð. Já. Og við erum sem sagt að taka þetta upp núna, sko, svona grín. Og það þarf alltaf einhver að hringi í mömmu sína og fíblast í. Hæ, Drauti hérna. Og þetta var það sem ég var látið að gera. Þú varst ótrúlega viljug að lána mér kjól, ég þakkaði fyrir það, sko. Jú, það segir. En þú átti með þess að, sko, þú áttir að fá undirföt af henni. Já, ég gat það ekki. Ég átti bara eitthvað að spyrja, akkur spyrja mömmu einum undirföt, getur ekki að lána hjá kvöldu. Já, hann átti að biðja undirfötinu þér. En maður er alltaf tilbúin að redda. Já, svona líka. Alltaf til þau og það fór alveg hratt í gegnum nærfættaskúffuna til að vita hvort ég ætti ekki ykkur undirföt handan. Þetta er svona átt að vera, mömmundar eru tilbúin að hjálpa alltaf. Alltaf tilbúinar. En hvað, kemst hann ekki í kjóliðin? Jú, heyrðu, ekki þennan sem að, nei, hann kemst örugglega ekki, hann er orðin það feitur, hann Helgi minna. Það er 1-1 núna, Helgi. Já, algjörlega maður. En ég best afsökun ónaðinu, þetta er komið frá mér hérna, ekki Helga greinu. Þetta var bara gaman. Takk fyrir þetta, Skam. Já, takk. Ok, bye. Þú bara svitnaði og finnst þér þetta svona óþægilegt? Og þú leiði frá að ræða með hann þessu nærföt, þá langaði við bara... Þú varst alltaf að byrja, þetta var eins og við tókum upp einu svona grínfalda myndaðal í oss eppi. Þá hlöpuðu að fólki og sagðum bara, herðu við, nei, ég geti falið myndaðal. Þú varst í því. Þú tókst ekki einu svona bara, herðu, ég þarf að fá lánu undirföt að þér. Þetta er óþægilegasta augnablík sem ég lendi í alvörunni, bara síðan ég byrjaði að vinna á fjölmiðlum, bara ever. Djöfull erum við ólíkir maður. Þetta var mammas Helga Seljan. Þetta er Labyrinth með Earthquake. Uddi Blöð og Helgi Seljan hérna með ykkur þennan 50-daginn. Hjöppi verður hérna hjá mér á morgun. Ég ætla að reyna að heyri í Brjánibrekku eftir, en annars heyri ég honum þá bara á föstudegi ef hann svaraði ekki. Hann svaraði mér ekki áðan þegar reynda að hringja hann. Þannig að hann verður þá í Vestavall á morgun. Það er gott hann svari, hann seti hnéð í andlitið á hann. Já, hann spríti honum stellið. Það er vinsælt í honum. Mölva honum andlitið. Já, Brjánbreki, hann er svolítið með orðaforða sem að maður heyrði oft á sveitaballi í gamla daga. Akkurat. Það var svona, herðu, viltu ég mölvi þig stellið? Bara, nei, ég er feskur, sko. Ég skal bara fara inn. Nei, ég er fínt, takk. Ég skal bara fara með mína kaftinflösku á ball. Varstu mikið í sveitaböllum? Þú ert svona landsbyggðalúði eins og ég, ekki? Jú, það voru samt ekki. Það var ball, það var náttúrulega sveitaböll, voru ekki svona orginal sveitaböll. Það var alltaf Hofsball, Býtu, hvað er Reyðarfirði, sko. Já, Reyðarfirði. Það er nú ekki margir sem búa þar.
Nei. Með fullri virðingu. Með fullri virðingu fyrir þeim, sko. Já, en það er eins og á Sauðárkróki, það eru 2500 manns, hvað búa margir Reyðarfirði? Það voru á þeim tíma svona 700 og eitthvað. Síminn að hringja ekki? Flott. Gótt að vera að hringja núna. Er þetta mamma þinn? Já, þetta er mamma. Alveg vitlaus. Heyrðu, en hérna, nei, það er sem sagt, sko, það er hérna, já, voru svona 700 manns sem bygguðu þarna. Já, ok. En núna í dag? Það er eitthvað, það er náttúrulega slatta mikið fleiri, sko, það er kannski eitthvað 1000, 1200 eitthvað, ég veit ekki alveg. Já, ég veist, ég hef ekki hugmyndu það reynda að þú segir það. Nei, þú veist að geta fengast með því. Segjum 1000 plus. Já, án að mér er nett sama, ég var bara að reyna að vera kurteis við. Já, ekki að skipta í nokkru einasta mál. Herðu, ég reyndar á það, við komum aðeins inn að það er mikið óbáslega fannst þér óþægilegt að gera aðið í mömmuðinni. Svakar, ég svitnaði á augunum. Þú veist ekki að segja þetta var óþægilegast að þú hefði gert, þetta var samt eiginlega ekkert, þetta var svo skrítið. Þetta var ótrúlega óþægilegt að fara að ræða hann nærfötin og svona einhvern veginn ég náði að skáskjóta mig frá því að biðja hann að beint það. Já, þetta er óþægilegasta sem ég gert í fjölmiðlum á ævinni, held ég, sko. Já, það er ekkert annað en ég var að spá í áður förum hér í skemmtilegt símat eins og ég kom inn á hér áður og þá lá símakerfið niðri hjá RÚV í fyrradag eftir að þeir gerðu einhver mistök í sýningum á Leiðarljósi og ég nýtti mig tækifærið og hringdi mitt í RÚV í gær og við ætlum að spila það hér rétt og eftir sem gamall maður að kvarta yfir að þátturinn var ekki sýndur. Svo ætlum við Hvað segir Kjellinn og Karaoke hér á eftir við Helgi en ég ætla að lesa hérna aðeins upp fyrir áður við förum í þetta allt saman. Ég var að, mér fannst þetta allavega áhugavert, var að brenda hérna út á FM-preppinu fóbíur sem eru til. Og þetta eru allt sem sagt, hér stendur orðrétt weird phobias that really exist. Þannig að það er fólk sem er að glíma við þessar fóbíur. Og já, svona það sem að sló mig hérna eru nokkrar. Til dæmis normofóbía, veistu hvað það er, Helgi? Norma? Já, normofóbía. Normo? Nei? Nei, það er fólk sem er hrætt við farsíma, eða GSM-síma. Þannig að ef þú þekkir eitthvað sem er með normofóbíu, ekki verið að taka upp gemsan þarna hjá honum. Nei. Þetta er steikt. Þetta er fólk sem er með, þetta er gamofóbía. Það er fólk sem hræðist hjónabönd og það þarf ekki einu svona að vera að giftast og þau þurfi ekki einu svona að vera að gifta sig, bara einhver í kringu og þá líður þau milla. Þetta er, já, svo er hérna antrofóbía. Þá er það fólk sem er hrætt við vindinn. Já. Það er skemmtilegt. Ég vil þetta steikt, þetta er eiginlega bara ofgrilla hérna. Það er equonofóbía, það er fólk sem er hrætt við hesta. Ert þú hrættur við eitthvað, Helgi? Ertu með selonofóbíu, þá ertu hrættur við tunglið? Já, ég er hrættur, ég veit ekki hvað fóbían heitir, en ég er hrættur við að hringja í mömmu mín og beða hann að lána mér nærfötin, greinilega. Já, það er kannski einhver fóbía, þetta er kannski, ég fannst þetta áhugavert aðeins og núna þegar ég er að lesa þetta er kannski hundleðilegt. Þetta er útrúlega steikt, maður. Já, þetta er kannski ekkert, ég held að þetta er voðalega áhugavert í stafsökun á þessu, ætlum að sleppa fóbíuhóttinu á þessu sinni, fá frekar Jennifer Lopez og svo ætlum ég að leyfa ykkur að heyra Jennifer Lopez, hún var einmitt í Idolin í gær, ég vil óska Philip Phillips til hamingju með sigurinn þar, ég vakti eftir þessu langt fram eftir að horfa á þetta. Já, okay. Jessica Sanchez lendi þar í öðru seti en Philip virkaði sem ágætis gaur og átti þetta alveg skilið. Við ætlum að fá Jennifer Lopez og svo hringjum við í RÚV með smá símat og já, svo karaoke og fleira. Sinni sá Helga Seljan dansa en hann er að því núna hér í stúdíónu ef þið bara sæðu þetta. Mikill Jennifer Lopez aðdáandi. Þið eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 og eins og ég sagði fyrir þetta lag þá ætlum við að fara hérna í stutt símat. Þetta er nú ekki langt en svo ég lesi nú fréttina sem að triggeraði þetta símat að þá stendur hér símkerfi RÚV nær hruni vegna mistaka við sýningu á Leiðarljósi. Það var reynt út sagt allt brjálaði gær þegar sjónvarpið sýndi fyrir mistök þátt Leiðarljós sem sýndur hafi verið á mánudag. Frétt Ríkisútvarpsins er greint frá því að símtæki á fréttastofunni hefði ekki stoppað á 15 tímunum í gær þegar aðdáendur þáttanna létu starfsmenn ríkisfjölmiðilsins vita af þessum mistökum. Það var víst bara allt vitlaust og var alltaf hægt að hringja úr byggingunni. Og við komum einmitt inn á það við Helgi áðan og það er alveg ótrúlegt að það eru mun fleiri að horfa á þessa þætti en maður heldur og sérstaklega þú ert það inni og þú veist þetta þátturinn frá því í gær já, þetta, ég minna þú horfur á hverjum degi og maður þannig ekki vera það vitlaus að já, það fór bara alltaf aðra hliðin og ég ákvað svona því að Helgi var nú að koma til minn í dag og er starfsmaður upp á RÚV að gera smá í konunum á símanum og við skulum heyra þegar ég hringdi hérna í gær sem eldri maður að kvarta yfir þessu öllu saman. Fáum mitt stutt símatina. Ríkisútvarpið. Já, góðan daginn. Daginn. Herri, ég ætla að benda ykkur á að það var vitlaust þáttur hjá ykkur í gær. Já, í Leiðarljósi? Já. Já, við vitum það. Já, ok. Já, þetta var lagað. Já, ég var að spá að því að þátturinn á eftir er hann réttur.
Það rétt röðun komin núna. Hvað? Það var vitlausa merkingar. Ég held, sko, ég var búinn að sjá þáttin í gær. Ég held að það með þáttur og var á mánudaginn. Já, það datt eitt þáttur út að virðist nú enginn hafa saknað hans. Nei, ok, en þetta var... Það er rétt röðun, hvernig sem við segjum þetta verður, ég er ekki alveg viss með hvernig þetta verður. Nei. Þá byrjar rétt röðun í kvöld og allir þættirna verða sýndir. Já, ok, en af hverju var endursýndi þátturinn í gær? Þessi var endursýndur út af bara, var vitlaust merktu þáttur. Já, ok. Það var bara, tæknimaðurinn fekk bara þáttinn í hendurnar. Já. Og það var vitlaust merking. Og fæ maður þá eitthvað afslátt núna af afnótagjöldunum? Það er ekki afnótagjöld, þetta er skattur. Já, eða það, þú veist hvað ég er að tala Ertu ekki með þennan tón við mig? Já, það er ekki okkar vegu, sko. Ekki fara að setja það á háan hest hérna þegar ég er að kvarta undan. Er ég eitthvað að því? Já, þú ert að... Nei, ég er bara að svara. Þú ert að tala niður til mín hérna þegar ég er að... Ég er ekkert að tala niður til þið, alls ekki. Það er bara þeim miskinn. Fyrst talaði dagskráin hjá okkur í ruglinu og svo þegar maður spyrir hvort að verið tekið eitthvað svona smá ásláttu þá talar við mig eins og ég sé barn. Hvað segir þið? Og ekki gera það. Ég er að spyrja hvort að maður fá eitthvað afslátt á þessum gjöldum sem er að borga þessari stöð. Það er ekki afsláttu, við getum ekki veitt afsláttu. Og þá talar við mig eins og ég sé krakki. Nú? Heldur ég heyrði tónin sem hún notaði þarna á mig. Mér finnst þetta til skammar. Ekki, sko ég bara tala eins og ég er vön að tala, skilur þið. Já. Þú tekur eins og ég sé að tala niður til þín. Ég er að samfærða að ég ger það ekki. Já, það er ekki ég sem er með skítun upp á bakinn heldur þið. Þið er að spila vitleysa þætti og þú skaldi ekki vera að láta eins og ég sem er að gera mistök hér. Allt í lagi. Hvaða þáttur er þá í kvöld? Það er þátturinn sem átti að vera í gær. Já, en á þátturinn sem var í gær, en hann var náttúrulega ekki í gær. Það verður í kvöld. Og getur þá sagt manni hvað gerist í þættinum bara á milli eða? Akkur lætur þú svona? Af því að mér finnst þetta til skammar. Já, en akkur lætur þú svona við mig? Af því að hún Berglind, kona mín hérna, er að biðja mig að tala við ykkur. Já, þú ert búinn að tala við mig og fá skýringu á. Já, ég er búinn að fá skýringu á þessu. Hvað á ég að gera fyrir þig? Bara að leggja svona hérna og biðjast afsökunar á þessu? Nei, þau serðu þarna byrjar aftur að tala við mig eins og þessi smábarn. Nú setur þið aftur á háan hestum mig. Af hverju gerur þetta? Fyrirgeðu, hvað er nafnið þitt? Hvað er nafnið mitt? Já. Og það er Auðun Blöndal. Já, já. Og ég er með útvarpsþátt á FM 957 sem heitir FM 95 Blö. Þannig að það er enginn brjálaður. Jú, það er allir brjálaður. Það er ekkert í fyrsta skipti að gera aðt í mér. Ég lofa núri hættur. Já, ég bara geng frá þér næstu og gerir þetta einu sinni. Þú herðu, veist það, og ég leiði þér það. Afsaka þetta. Ok. Ok, bye. Já, bye. Lag sem er virkilega sigurstrangleitt í Eurovision. Það er mitt Eurovision í kvöld fyrir ykkur sem hafið áhuga á því. Ég persónulega ekki að fylgjast með því þar sem við erum ekki að keppa. Við erum komin áfram og svona með við síðustu keppni þá hef ég lítinn áhuga að sjá restin af lögunum. Ég held reyndar að þetta lag sé í kvöld með Svíþjóð. Þannig að það er gaman að sjá það. Helgi er hérna með mér og verður til 6 í dag. Það er eitt, við sko, leiðilegast það sem hann gerir, þú ert að gera að. Hvort sem maður vill náttúrulega ná fólkinu upp og stundum heppnast ötin og stundum ekki. Leiðilegast sem hann gerir er að segja sér að. Já. Það er alltaf vandræðilegt. Já, þetta er Hauti hérna á FM 95 Blö. Eitthvað, ég er bara að djóka. Það er alltaf nóþægilegt. En hún var virkilega kurteis og indæl, eins og allt starfsfólk RÚV. Sérðu hvað ég er að prósa ykkur annað? Flottur. Það styttist í karaoke-keppni FM 95 Blö. Við Helgi erum að taka hérna svona netta miðvikudagsdagskrá. Og eins og alltaf, og þá er það í ykkar höndum, kæru hlustendur, hvaða lög við tökum. Þannig að nú er að gera að syngja í 511-0957 og segja mér hvaða lög þið viljið heyra hér í karaoke-keppninni. Ertu góður söngvari, Helgi? Nei. Nei? Syngur eitthvað, ertu svona típan sem fyrir karaoke, eða? Nei, ég hef reyndar ekki gert það lengi, sko. Ég hef eitthvað farið, sko, en hérna... Það var nú yfirleitt verið setna á kvöldin, sko. Já, en þannig að þú ert ekki með en óskalög hérna, því að nú eru hlustendur að syngja inn. Er eitthvað sem þú myndir sjálfur vilja taka? Nei, ég held ekki. Ég bara... Er ekki langt best að hafa bara svona þjóðaratkvæðagreiðslu og ekki alltaf að vera þjóðaratkvæðagreiðsla? Jó, það er mjög þægilegt og það er akkurat það sem við ætlum að gera. Eins og ég segi, 511-0957 og við opnum fyrir síman FM 95 Blö. Hvað vilt þú heyra í karaoke? Nei, ég náði inn maður, ég trúi þig ekki. Það er sætlunur. Blessaður. Ertu ekki góður? Já. Ég er ljómandi góður. Það ringi alla vikuna og ég er ekki búin að ná inn. Hanna, nú ertu mættur. Já, nú er ég komin, herru. Hvað langar okkur að heyra hann syngja? Hvað væri þið til að heyra? Með Gustaf. Eitthvað svona fundur á lagin. Já. Eminem. Eminem? Ok. Ok. Herru, við endur því hérna að blaða eitthvað með Eminem. Ok. Herru, takk fyrir aðvinnur.
Ok. Ég geti þurft að henda þér í M&M, Helgi. Hann er búin að vera alla vikunar en að ringin. Svo vissi hann ekkert hvað hann ætlaði að segja. Við erum búin að vera sambandi. Við erum komnir inn, hvað viljið þið? FM 95 Blöð, hvað er þú til að heyra í karaokeinu? Halló? Nei, þarna heyrist ekkert. Hvað segir Kjellin? FM 95 Blöð, hvað verður þú til að heyra í karaokeinu? Já, Halló? Hvað er það að Tryggvi? I don't wanna miss a thing með Aerosmith. Já, herru, það er endar gott lag sem hefur ekki verið. Don't wanna miss a thing, komið á blað. Takk hérlega. Herru, Helgi, ég sé þig svolítið taka það. Já, í Gamegalan. Já, Helgi Selja með Don't wanna miss a thing. Það getur bara orðið hitt. FM 95 Blöð, hvað vilt þú heyra í karaokeinu? Ég vil One Direction. What makes you beautiful? Ói, maður. Vá, ég veit ekki hvað hún er að tala en hljómaði skelvilega. Ég veit hvað, veist það, ég skammast mér fyrir að segja en ég veit hvað lag hún er að tala um. One Direction, What makes you beautiful. Já. Ég get aldrei að vita um ég hendi það. Ég hef ekki tekið neitt boyband-lag hérna. Takk fyrir þetta. Ok, takk. Ok, verður fáum svona 3-4 í viðbót. FM 95 Blöð, hvað verður þú til að heyra í karaoke-keppninni? Boyfriend með Justin Bieber. Ég tók það síðast, ég með þess að vann Pétur. Ég hafði ekki unnið Pétur í síðustu fjóru skiptum, þannig að það var síðast. Já, ok. Og já, ég bara, mér þykir væntu það lag fyrst ég vann Pésa. Já. Ok, er eitthvað annað sem þú vilt heyra það? Bara eitthvað með Justin Bieber, sko. Bara eitthvað með bíböndum, við finnum það. Ok, bye. Herðu, tökum, já, svona 2 viðbót, FM 95 Blöð, hvað er þú til að heyra? Erum látt að syngja I Shoot í Pekko-lagi hana. Já, hérna, Mika, Donut, Say Tomato, veist hvað lag þetta er? Þetta er vinsælt portugalslag. Herðu, ef það er til í karaokeinu, þá get ég hent því á hann, því þá er ég með örgun sigur hérna. Herðu, takk vinnur. Herðu, tökum 2 viðbót, FM 95 Blöð, hvað vilt þú heyra í karaokeinu? Já, ég vil Loreen. Loreen? Já, Euphoria. Já. Það sé til. Ég skoða, ef það er inni, þá alveg pottet. Ok, bye. Þá var það síðasti sem að færa að velja hér lag FM 95 Blöð. Hvað verður þú til að heyra? Hvað segir það? Milkshake. Milkshake, já. Mér finnst öll þessi símtöl koma þess að það séu framtíðinni. Er þetta ekki hérna, my milkshake makes it a boys in the girl? Hvað heitir hún? Kelis eða ekki? Jó, alveg ekki. Já. Herru, það eru komið fullt af góðu lögum. Já, einn svona ekki þykist, veit ef að virðið skildi vera að hlusta. Jó, þetta er ætlaði ekki. Kelis eða eitthvað svona. Bræðsli, ég hlusti ekki á þetta. Herru, takk fyrir þetta, Unnur. Ok. Herru, það er komið hellingur af lögum. Við ætlum að fara hér í örstuð skilaboð og finna lögin og svo förum við Helgi í karaoke og það verður svo ykkar höndum kæru hlustundur að ringja inn og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur. Það eru bara sömu reglur alltaf. Viðskiptavinir Atlandsolíu eru enn á ný ánæðustu viðskiptavinir olíufélaga á Íslandi. Það segir ánægjuvoginn, Atlandsolía. Fáðu smá pening. Svona, hraðpeningar.is. Brakandi, seiðandi, tælandi, löðrandi, eggjandi, fagnandi, töfrandi, stökkur, mjúkur, sætur, sterkur, ferskur, nýr, unaðslegur, indislegur, frábær og skemmtilegur. Eruð þið svöng? Tjekkið á nýjum Doritos Singer Twister hjá KFC. KFC, svo gott. Arion banki kynni nýja leiða íbúðarkaupum fyrir ungt fólk. Kynntu þér íbúðasparnað á arionbanki.is og reiknaðu dæmið út frá eigin forsendum. Arion banki. Vikugeðveikin á Wilsons Pizza. Stór pizza með 2 álagjum á aðeins 1000 kall. Wilsons Pizza sýnir 581-1515. Sobieski og Reykjavíking kynna í 7. sinn Icelandic Tattoo Convention, Tattoo, tónlistar og bílafestival 7., 8. og 9. júní á Bar 11. Sobieski og Bar 11. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Kryddaðar fimmtudagar öll fimmtudagskvöld á Hressó. Eldar ásamt Bacardi Ókart halda þér í stemmingu. Frýttinn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og GóGóJógó. 50% afsláttur í Lasertech. aha.is. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin BB and the Bluebirds treður upp. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu.
Megamaðurinn mættur og það þýðir bara eitt. Nú Megavika Dominos og þú fær allar pizzur á matseli á 1390 krónur ef þú sækir. Dominos 58 1, 2, 3, 4, 5. Sumarblað Símans komið út. Þar finnur þú skemmtilega snjallsíma og hugmyndir að því hvernig hægt að nota þá á ferð og flugi. Vertu með í sumar á stærsta 3G-neti landsins. Síminn. Ég hef tekið þá ákvörðun að veita sömu krónutölu í afslátt af lítranum með óbílyklinum á sunnudaginn og samsvara sætinu sem Ísland lendir í Eurovision. Þannig ef við vinnum, þá verður það bara frábælega gaman, en það verður auka króna í afslátt fyrir óbílykilhafa. Ef okkur gengur eins og ekki vel, þá hækkar bara afslátturinn í takt við vonbrigðin og við getum dælt þeim út með bros á vör. Svona nefnilega virka bendirinn. Sæktu lykil á obi.is eða á næstu Ólístöð. Notaðu óbílykilinn hjá Óbi og Ólís. FM 957 kynir Ballerína Kex-leikinn. Ballerína Kex heldur út í skemmtilegan leik á facebook.com/ballerinakex og þú sendir inn myndskeið af þér reyna við ballerínu þrautina og þú átt möguleika á að vinna 100.000 kall í beinhörðum peningum. Klikkaðir aukavinningar í hverri viku ásamt því að allir sem taka þátt fá fullt af Ballerína Kexi. Farðu strax inn á Facebook síðu Ballerína Kex og kynntu þið málið. Fylgstu með á FM 957 og við munum velja skemmtilegustu myndskeiðin í hverri viku. FM 957 og Ballerína Kex. FM 95 Blö. Alla virka daga frá 4 til 6 á FM 957. Þess að hlusta á það því að þeir eru að fara að hlusta á aðeins verri tónlist núna. Nei, kannski ekki verri tónlist, bara öðru í sér tónlist því að það komið að karaoke-keppni FM 95 Blö og það sem að mér finnst spennandi við það að ég lagt til að heyra Helga Seljan syngja. Þetta búið að velja, hlustendur hringdu inn og lögin sem við ætlum að taka eru annars vegar Don't Wanna Miss a Thing með Aerosmith og svo tek ég One Direction, What Makes You Beautiful og af tvennu slæmu Helgi þá færð þú neðilega betra lagi. Já, ég reyndar bara, ég er ekki Þú er kannski erfiðar að syngja þitt lag. Já, það er svolítið mikið. Já, en þú ætlar að ríða á vaðið. Já. Ok, þá tekur þið hérna og setur á þig headphone-in. Og svo ættu nú flestir hlustendur að þekkja reglu. Þið hringið svo í 511-0957 þegar keppnin er búin og fyrstur upp í 5 atkvæði vinnur karaoke-keppnina. Þá er bara alltaf klárt. Tveir, tjökk. Ertu tilbúin? Já, ég er tilbúin. Þá bara setja þetta í gang. Ok. Wondering if you're dreaming, wonder if it's me you're seeing. Og já, þá máttu bara hoppa yfir. Þetta var, ég verð að gefa þér það Helgi, þetta var stórkostlegt þér. Þetta var bara hrikalega flott. Já, takk fyrir það. Þú ert miklu betri söngur en ég held. Já, takk. Getur þið vesenni. Þetta var Helgi Seljan með Don't Wanna Miss a Thing hér í karaoke-keppni FM 95 Blö og já, ég fekk lag sem er ekki alveg jafn svalt, það er allavega ekki Aerosmith. Það er hljómsveitin One Direction og lagið What Makes You Beautiful komir óvart þegar ég fór inn á YouTube, þetta er ekki með nema 150 miljón views, þannig að þessi hljómsveit virðist vera að gera ágætis hluti þarna út í heimi og já, ég ætla bara að drífa þessar 2 mínútur af, þetta er mitt framlag hér í karaoke-keppninni. Andskotin sjálfur maður. You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. The room can see it. Everyone else but you. Baby, you light up my world like nobody else. The way that you flip your hair gets me overwhelmed. But when you smile at the ground, it ain't hard to tell. Oh. You don't know you're beautiful. If only... Það eru konar 2 mínútur og þakka ég Guði fyrir það. Ég get svo svarað. Þetta var svona svipað og öll lögin í Eurovision á þriðjudaginn, svona óþægilegt að hlusta, en þetta var One Direction, What Makes You Beautiful. Helgi Seljan var með Aerosmith. Nú er þetta í ykkar höndum, kæru hlustendur, að hringja 511-0957 og já, veit okkur atkvæði, hvernig líst þér á þetta Helgi, ertu sigurviss? Nei, ég held að þú hafi tekið þetta þarna í endan. Ef þetta hefði verið í sjónvarpi þá væri þú búin að rústa þessu, því ég hef aldrei séð bara
æð, það er gott að vera með að fá lækni hérna eftir til að kíkja á þig. Já, það þurfum að koma einmitt hérna strákundur og dikta, hann við látum það líta. Erst þú ekki með eitthvað sár á löppinu líka? Jú, ég þarf að láta að tjekka á því. Já, látum Hauk tjekka á þess að læknir á leiðin í húsið, en herru, klárin, karaoke-keppnina, hver fær þitt atkvæði, kæri hlustandi? Stóri G hérna. Stóri G, já, hver fær þitt atkvæði, segirðu? Herðu, ég ætla að gefa Helga. Helgi fær þitt atkvæði. Takk. Já, takk. Blessi G-manninn. Hann mjög þakklátur. Stóri G. Stóri G. Rapparinn. Takk fyrir þetta, vinnur. Takk fyrir ekkert. Skítið ykkur. Já, skítið þig. Herðu, þá var það næstu, það er 1-0 fyrir Helga, FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er Seljan, það er ekki spurning. Það er Seljan. Takk. Er þetta að velja þetta því að það var flottara lag, eða söngan betur? Miklu betur söngur. Kannski bara sagt betri söngur. Eitt og alveg skjálfur. Herru, takk fyrir það, skítið þig. Herru, þannig 2-0 fyrir Helga, FM 95 Blöð, hver fannst þér syngja betur? Já, það er Seljan. Sæll og mikli meistari. Nóðalega gengur þetta vel. Það er ógeðslegur mannsýttumaður. Já, ok, ertu að velja þetta því? Já. Jæja, þá verð ég bara að gengja því. Langaði að setja hnéð í andlitið hann. Já. Næs. Herru, séðu vonandi, aldrei. Leiter, maður sjá, þetta var, hann var ekki hrifnað með þessi. FM 95 Blöð, hver var þitt atkvæði? Mér stutti þetta þá atkvæði. Já, ok, þá er ég komin að sinni þetta. 3-1. Takk fyrir það. Þetta er svolítið stelpunar eru svolítið að velja því. Já, það stelpunar eru að fíla One Direction og strákarnir eru á smið. Það eru greið allir mjög ánægðir með söngin. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er hérna One Direction. One Direction, já, það eru þá staðan og... Það er besta hljómsveitin mín. Er það upp á hljómsveitin? Já. Ok. Hvað ert þú gamall? 9 ára, já. Herðu, það er bara gaman að heyri þér. Já. Ok, Unnur. Stay in school. Já. Og ekki, don't do drugs, ok? Já. Bye. Já, náðund, þetta er það sem ég fíla við útvarpið, það þurfum að nær til barnana, hann ætla að halda áfram í skóla og ætla ekki að neyta eitulegu þessi. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Það er ekki spurning, það er Helgi Seljan. Það er Helgi Seljan. Kemst hann í 4-2 og er ekki nema einu atkvæði frá sigri. Takk fyrir þetta. Þú mikli meistari. Takk fyrir þetta, Hölur. Herðu, þú þarft eitt atkvæði, Helgi. Þú ert búin að vinna karaoke-keppnina. Hver hafði búist til þessu? FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herðu þetta, ég verð ekki bara að gefa auðvitað þetta. Já, djöfull er ánægður með þig. Það er komin inn í þetta aftur. Hvaðan á Sauðárkrók ert þú að hringja? Hvaðan á Sauðárkrók ert þú að hringja? Ég er nú bara í Reykjavík við því. Já, ok. Þetta er bara borgarbarn með fallegan tónlistarsmekk. Já. Takk fyrir þetta, Hölur. Já, blöð. Ok, það er 4-3, Helgi það reytti viðbót. Ég gæti jafna þetta með þessu. FM 95 Blöð, hver fær þitt atkvæði? Herðu, Helgi, ég er að læðast aftan að þetta. 4-4. Ég hef aldrei verið vinsæll hjá kvenfólkinu. Þetta er One Direction, það er fíla þetta. Herðu, takk fyrir þetta. Já, lítið mál. Ok, bye. Herðu, það er 4-4. Bitu, takk fyrir þetta. Já, lítið mál. Ertu búin að senda SMS nú? Nennur að hringja. 0, þetta er úrslita atkvæðistaðan 4-4 í karaoke-keppninni. Hver fær þitt atkvæði? Það er hann frændi, Helgi. Anskotin, fékkstu frængu þarna Yes! Sjálfsög. Sjálfsög, já, mér varst Helgi reyndar ekkert að skili. Já, þetta, hann söng þetta vel og á þetta bara fyllilega skilið, strákurinn. Algjörlega. Herru, takk aðeins til að vera að hringja. Það er ekki málið. Ok, bye. Já, frænkaðinn tryggði sigur þarna, Helgi. Ég óskaði innilega til hamingju með þetta. Takk fyrir þetta. Við ætlum að fá hér stjörnurhöp með Gabriel og svo eru strákarnir í dikta þetta hérna í hús og já, Helgi Seljan er með sár sem hann ætlar að sína lækninu. Já, hlustendur geta hringt inn. Já, eða eru með einhver lækni sem vantar maður. FM 957, Tromp og Ringborg kynna hlustendavelun FM 957 2012. Höllu annan júni. Kjóstu núna á FM 957.is. Söngvari ársins. Tilnefndir eru Friðrik Dór, Haukur Heiðar, Jón Jónsson, Múkisson, Páll Óskar, Ragnar Þórhalsson, Sverrir Bergmann, Síðasta Eurovision ball Páls Óskars á NASA laugardaginn 27. maí. Miðasalan er hafin á miði.is. Þú vilt ekki missa af Eurovision balli Palla á NASA með Bacardi Ras í hönd. Straumurinn liggur í sumarskólan í FB. Sumarskóli.is. Kryddaðar fimmtudagar öll fimmtudagskvöld á Hressó. Eldar ásamt Bacardi Ókart halda þér í stemmingu. Frittinn en frjáls framlög til góðs málefnis. Hressó Austurstræti og Go Go Jógó.
Mæta milljónirnar í Eurovision partíið þitt. Nú stefnir lottopotturinn í 38 milljónir. Lifðu þér smá lottó. En einn kynnir síðasta Eurovision ball Páls Óskars á NASA laugardaginn 27. maí. Framkoma Selma Björns, Einar Ágúst og Telma, Lár Ópal, Helga Möller og Pálmi Gunnars, ég sjálfur, Hera Björn og Steppi og Eyvi. Miðasalan er hafin á miði.is. Enn einn korthafar geta nálgast miða á afsláttarverði á enn einum hringbraut meðan birgðir endast. Sumarblað Símans er komið út. Þar finnur þú skemmtilega snjallsíma og hugmyndir að því hvernig hægt er að nota þá á ferð og flugi. Vertu með í sumar á stærsta 3G neti landsins. Síminn. Listahátíð og alþjóðlegir Mandela-dagar í Reykjavík kynna. Allt það besta frá ferli Roxy Music og Brian Ferry á stórtónlingum Brian Ferry í Hörpu. Athugið, aukatónlingar annan í Hvítasunnu 28. maí. Miðasala í Hörpu og á miði.is. Sumarleikur Kaffi Símsen og Túborg. Leikurinn er einfaldur. Þú kaupir bjórkort á Kaffi Símsen og þú ert komin í pottinn. Vinningar eru 2 ferðir á Hróarskeldu, 300 manna Túborg-partí á Kaffi Símsen ásamt fullt af öðrum skemmtilegum aukavinningum. Túborg og Kaffi Símsen, gleðilegt sumar. Þú þarft ekki að vera frábær til að byrja, en þú þarft að byrja til að verða frábær. Bootcamp býður upp á grænjaxlarnámskeið fyrir þá sem eru að byrja að hreyfa sig. Kynntu þér málið á bootcamp.is. Túborg kynnir kreppukvöld á Bar 11 í kvöld. Hljómsveitin BB and the Bluebirds treður upp. Húsið opnar klukkan 9 og það er frítt inn. Túborg og Bar 11 fyrir fólki í landinu. FM 95 Blö er í boði. Lakkeró, ekki fyrir fótboltastráka. Nýtt hjá Kredja. Nú getur þú fengið lán í 15 eða 30 daga. Kredja, láttu það eftir þér. Þið að hlusta á FM 95 Blöð hér á FM 957. Helgi Seljan hérna með mér, búinn að vera síðan 4 og Helgi, ég vil óska þér aftur innilega til hamingju með sigurinn í karaokíinu. Takk fyrir það. Þetta var vel gert þér. Ég er búinn að, það er búið að bóka mig í 3 gig bara síðan meðan við vorum að hlusta á þetta lag. Já, það er líka gaman að sjá það ringd inn SMS-um hjá þér. Það er svona eins og það var aldrei unnið neitt. Nei, nákvæmlega. Síminn var batterislaus, ég horfði á hann að renna út bara. Við erum komin með góða gesti hérna í stúdíói, það eru strákarnir í Dikta og já, ég býð ykkur bara velkomna, strákar. Takk fyrir. Hvernig eru þið? Ferskir. Eru þið, strákar? Já. Við erum. Eru þið alltaf sultuslagir? Oftast. Oftast, já. Og já, það er einhvern veginn núna samt, sko, með fullri virðingu fyrir NASA sem það er alveg synd að sé verið að fara að rífa þetta, en maður er að heyra endalausum lokaböllum á NASA. Það er einhvern veginn, já, það er þetta ekki bara í síðasta sinn sem allir eru að spila þar, kannski svona meira. Já. Allir að fá að kveðja, sko. Já, kveðjastæðin. Þetta er umhverfað leiðilegt. Helgi, hvað er þið að teika á þessu? Já, vá. Við komum í kastasí bara. Ég ætla bara að vera í heimskuli hittunum hérna. Eru þið? Er þetta leið? Já. Það er hérna... Það er fínt að veitna mótið hérna. Já, nei, mér finnst þetta alveg jafn leiðilegt á öllum hinnum, sko. Já, ég er ekki nóg á hótelinu í bæja. Jú, þau þurfu líka ekki endilega að vera alveg niður í bæ, sko. Nei. Alveg vera 5 metra frá bænum, sko. Já. Leigubíll er aldrei drepinn einn, tala ekki fyrir túrista. Já, nákvæmlega. Krónan í Hagstað. Er það ekki peningar sem money in the bank að vera með þetta svolítið í burtu? Já, ég haldi. Ég finnst það að byggja svona hótelbyggð upp í Grafarholti. Öll hótelin upp í Grafarholti. Að það geta byggja þetta upp það held ekki nóg að lausum íbúðum nákvæmlega. Breyta þessu bara í hótel. Bara tengja þig. Og svona brú yfir og halda svolítið kossi. En þið eru að spila á NASA í kvöld. Já, síðasta gig Diktu á NASA í kvöld. Og hvenær er á 50. Er þetta tónleikar? Er þetta svona... Það er tónleikar bara, já. Þetta eru bara snemma bara. Hvenær er 11 bara og búinu þá 1-2 leitið það? Það verður alltaf okkur 1 sko, þannig við spilum til rúmlega 12 og svo komum morðingjarnir og drepa bara alla sem eru á þenni. Já, klára þetta bara. Það er kósi. Hvar sjáum við fram á að spila svona núna þegar það verður búið að loka NASA? Hvar eru Dikta að spila svona reglulega? Félagsheimilin í Garðabæ. Kirkju í Garðabæ. Já. Sko, er þetta bara í Hörpu eða? Ég veit það ekki, sko. Harpa, það er svo mikið bank, sko. Það er svo mikið mál að fara þangað inn, sko. Já. Þú heldur ekkert bara eitthvað gig á Hörpu, þetta er Hörpuna að taka gig. Það þarf alveg að greiða sér og tannbursta til að fara þann inn. Já, þetta er svo mikið, það verður svo mikið event, sko. Tónleika, sko. Þú heldur ekkert eitthvað bara sveitt gig. Það er samt alveg ótrúlegt. Það er samt eiginlega öllum hleypt í Hörpuna.
Ef það einhver sem átti 3 lög in the 80s, þá hann bara mættur í hörpuna. Sérstaklega hann útlendingur, sko. Já, ég að segja það. Það bara, Paul Young og Cyndi Lauper og sem að býður bara eftir New Kids on the Block hana. Já, þetta svona svolítið 80s öll. Já. En við erum þetta búin að vera náttúrulega hljómsveit dálítið lengi, við erum búin að vera 13 ára að spila át allt og þetta alls ekkert í fyrsta skipti sem við erum að kveðja einhvern skemmtistað, sko. Nei, ok. Við erum búin að kveðja Grand Rock, 11-una og við erum búin að kveðja Gaukinn oftar en einu sinni. Þetta fer og kemur og skiptir kennitölu, skilur við. Já, svo það er sem margar. Þetta kannski aðeins meira, það verður að vera að rífa húsið. Þetta aðeins meira permanent, sko. Þannig að það eru margir staðir sem þeir eru búin að spila á kveðjuball, en komið svo aftur. Komið svo aftur, en ég meina það náttúrulega kannski líka meira þetta sé svona aðeins stærra vandamál heldur en bara eitt hús. Það er bara erfitt að reka tónleikastaða á Íslandi. Miðborg Reykjavík. Fólk mikið bara að horfa á Eurovision. Já, það er líka sveitaballun dauð, mér finnst það synd. Já, það nú það sem að fór nú með NASA eiginlega. Já, og fólk var hægt að nenn að fara á sveitaball. Þið hefur aldrei spilað í miðgarði það í Skagafirði? Nei. Þið hefur ekki spilað í Félagslundi á Reyðarfirði, heldur þið það? Þið hefði ekki lifað, strákar. Nákvæmlega. Ég get alveg kvart NASA, en þið hefur aldrei spilað í miðgarði og í Félagslundi. Nákvæmlega. Félagslund. Jóðbóðslega frumleitna. Það er bara næsta. Er það Félagslund eða Félagslundur? Félagslundi. En herðu, varst þú ekki með eitthvað Helgi? Ég er með sára á fætinum ykkur að kíkja á þetta, þú ert nú læknir. Þetta er aftur svona skemmtilegt útastefni, einmitt eins og fyrir í dag. Þetta er skemmtilega síðan. Segðu? Ég var að vera með þetta sár síðan á gamláskvöld. Við þið setja mikrofónu aðeins nær sárunni, veitu? Ég datt, heyrur í því. Það er búin að vera alltaf svo lengi að það er örugglega farið að læra að tala. Þetta er eitthvað ljótt að sjá, Helgi. Ég veit það, ég er búin að vera með, ég datt á sólfarið á gamláskvöld. Sparkaði sólfarið. Varstu döðu fyrir skaup eða? Nei, finna við þetta ég var blá edrú. Ok. En ég var Sko þá? Rak mig sem sagt í sólfarið og þetta er risastórt var, sko. Má ég spyrja fyrst hvað er sólfar? Sólfarið er náttúrulega Garðabæri, sko. Sólfarið er víkingaskipin eru við Sæbraut. Ok. Varstu þar bara röltin edru? Það sé heldur góður með þess. Þetta er allt út. Áramót, ég ætla að tjekka sólfarið. Bara eins og allir gera. Já, vinur minn var eitthvað að kissa brasilíska stelpu á þessum tíma. Hún var og það er eitthvað svona siður í Brasilíu að henda blómum í sjóinn á gamláskvöld. Jálfur? Sem það meikar enga sens á Íslandi. Við stóðum að það við sólfarið, hendum blómunum, fenguðu beint í andlitið aftur. Tók mega tíma að koma þeim í sjóinn. Það endaði með því ég náttúrulega fór á sólfarið. En er þetta ekki allt í lagi? Frá áramótum? Jú, en þetta er svolítið og þetta ekkert með sykursykið? Nei. Ertu að fá þetta svolítið Haukur sem læknir og þú ert í partíum? Nú ertu svona rockari líka, eru menn að hendi þið bara kallast þetta tvíburabróður í raskatuna? Ertu að fá eitthvað svona spurningar? Já, það kemur fyrir. Já, þægilegt. Það losnar á tunguhöftin, þegar fólk fer að drekka eins og svona. Já, ég var alveg til einn góðan vinn sem verið læknir, djöld myndi herri á hann, maður. Já, ég myndi, það leiðilega sem ég geri er að fara til læknis vegna þess að það er svo mikið vesinn. Man þarf að hringja, panta tíma, mæta þarna og bíða, blablabla. Það er miklu betra að gera þetta í partíum. Ég veit það. Eða í beinni útsendingu FM. Það er kosturinn við að vera í útvarpi. Ég veit það. Það er maður, heyrðu, já, ég er eitthvað slappið maður, heyrðu, bókum diktu. En er engin hljómsveit sem er með lögmann, lögfræðing í liðinu? Bergureppi, þegar hún var hér, sko. Sprengjuveldin ætlar að koma þetta í dag og þeir ætlar að ræða þennan þessa fáránlegu stöðumælasætt sín. Það verður þægilegt að bara taka tíflug í nágrannan sem fór að gera við þakið og þess að biðja leyfi og rukka með svona 700 skall. Má hann þetta, Bergur? Er þetta eðlilegt, Bergur, þessi skýrsla? Bara klára þetta allt á einu bretti. Nú ert þú lögmaður. En það er einn, eins og það voru svo að segja, að ringja og panta á lækni. Það tekur svo mikið, þetta er ógeðslega pennandi. Þetta er eins og þú ert að panta í ljós, þú ert að ringja, panta, mæta. Það er fullt af svona aktivitíum sem er ógeðslega pennandi. Það er leiðilegu. Já, nákvæmlega, shit. Hvernig getur maður ekki bara mætt? Já, varúlfötunum. Þú fóðu svipað. Ég var spurður á einn daginn hvort ég hefði farið í Bauhaus. Það er svona einn steiktasta spurningi sem ég fengi lengi. Farið í Bauhaus? Já, ertu búin að fara í Bauhaus? Það var svona eins og það væri bara... Eins og maður fari í Bauhaus? Já, ég bara svona, nei, ég hef ekki tangað að sækja, sko. Nei, ég fór í ljós eins og það, og svo ég bara fann tími á lækni, ég hef það að býða bara. Ég er búin að fyrir ljós, búin að vera til lækni sem ég eftir að fara í Bauhaus. Það væri sem sagt að samina þetta, því maður þarf alltaf að láta leggast á svona bekk hjá lækninum og þarf að undantekningarlaust að býða eitthvað. Að vera bara, heyrðu, ég ætla aðeins að stakka fram og kíkja hérna smá og þú bara, verður bara í ljósum á meðan.
Taka 10 mínútur að tala. Læknar nefnilega svakalega hrifnir af ljósum mitt, sko. Já, turbo-back. Taka 2 veðan turbo-tíma, ég ætla aðeins að checka þetta. Svo kíkja á sárið þetta, það er búið lengi í ljósabættum. Já, fara svo í Bauhaus. Maður sér það miklu betur í svona bláu ljósi. En við, strákarnir, ætlum að, ég að spá að kíkja með þessi í kvöld. Já! Tónleika. I like it. Bauhaus. Veistu akkur þú ætla að kíkja? Það kostar bara 1000 kallinn. 1000 kallinn? Þú ert ófátækur útastmaður, sko. Hárrétt þér. 1000 kallinn. Fylgir Sommesby? Já. Það er allstað núna. Já, 1000 kallinn og það er Sommesby með. Það vill ekki kaupa það. Það var eitthvað gaur hjá Ölgerðinni sem gerði 1 0 og mikið þegar þetta var pantað inn og þess vegna er þetta bara gefins. Það er bara út allt. En fínasti drykkur, skildi nú vera sponsor eitthvað hérna. Og ég hvet alla til að taka smálán hjá Kretia og fá sér lekjarorð. Þá getur fólk keypt sér miða, NASA, 1000 kallinn, miða á miði.is. Tilbury, morðingjarnir og Cheek Mountain Thief. Þú hlutu að spila Tilbury líka hérna, já, hlýtur að vera. Tilbury, allt að gerast og bara drullu ykkur á NASA í kvöld og strákarnir þið lofið stemmingu eða ekki? Það verður geggjað, sko. Síðastu tónleikar strákarna á NASA. Dikta, við ætlum að enda þetta hérna á lagi með þeim, en við erum ekki farnir helgi. Við erum ennþá eftir að fara í Hvað segir kjærlinn? Hvað segir kjærlinn? Náum því hérna í lokin. Strákar, virkilega gaman að sjá okkur og bara við sjáumst í kvöld. Degi, Helgi Seljan og Auðun Blöndal með ykkur til 6 í dag og það er komið að lið Helgi sem heitir Hvað segir kjærlinn? Já, við erum pínu að taka miðvikudagsskrána af því að það var ekki hefðbundið þáttur í gær. Þannig að þetta er eitthvað sem við Pétur gerum reglulega á miðvikudöfum. Þá förum við Hvað segir kjærlinn og Pétur er svona meistarinn í þessu, sko. En þetta er, ég hlakka samt pínu til að heyra þig taka, þú ert að breyta röddinniðinni í svona grínrödd. Ég hringi hér á einhverja snirtistofur. Og eina sem mátt segja er Hvað segir kjærlinn? Ég má ekkert segja annað. Nei, og svo erum við bara basically að bíða eftir að skellt á. Ok. Hvort viltu að ég fara undan og sína þér smá dæmi eða viltu vera undan? Já, síndu mér smá dæmi. Ok, maður sjá, finna hérna einhverja snirtistofu. Neglur og list, lístu vel á það. Neglur og list, já. Neglur og list. Hvað segir kjærlinn? Góðan dag. Hvað segir kjærlinn? Neglur og list. Já, hvað segir kjærlinn? Komin Hvað segir kjærlinn? Bara fín. Hvað segir kjærlinn? Hver er þetta? Hvað segir kjærlinn? Hvað segir kjærlinn? Það var búið að skella á. Þetta var rosalega. Þetta er ekki lengi að gerast. Hún skellti bara á og það er þægilega. Út á það gengur leikurinn. Þú vilt, og þannig sérðu þú, þetta er eina sem mátt segja. Þannig að þetta er létt, sko. Þú ætlum að henda þér í Airbrush Soul hérna í Hafnarfirðinum. Það er nú eitthvað. Ferðu ekki þangað. Ég ringi þangað, þær þekkja mér röddina. Hvað, ferðu reglulega í Airbrush? Nei, ég láti maður á Airbrush. Ég breyti röddina bara. Já, bara sjá, þetta er 67. Það sagt að heyra flipprödduna hérna. Já. Airbrush make-up, hvað leikur góðan dag? Hvað segir kjærlinn? Halló. Hvað segir kjærlinn? Halló. Hvað segir kjærlinn? Já, það er búin að skella á. Þetta er ekki lengi að gera. Ég var rétt að hitna maður. Já, ég ætla að henda það eina enn í þetta viðbútt. Af því að nú ertu komin í gírinn og þetta var svo stutt hjá þér. Þetta er hefið skemmtilegt, ég sé fara bara að gera þetta sjálfur. Þetta er nefnilega skemmtilega leikur að vera búin að fá sig kannski 2-3 og bara vera einn heima í þessu. Ég gera það oft, annars að taka upp. Já, líst til það. Komdu með nýja rödd. Paradís, góðan dag. Hvað segir kjærlinn? Halló. Hvað segir kjærlinn? Halló. Hvað segir kjærlinn? Þetta er, herðu. Þetta er rosalega. Já, það er ekki lengi að skella á einhvern veginn. Bara leið. Alveg merkilegt. En þetta var Hvað segir kjærlinn og það er bara þannig að Pétur Jón Sigfússon á þennan dagskrárlið gjörsamlega. Og já, þetta er svona, maður ákast ekki að vera abbast í þessum dagskrárlið nema PCC hérna. En þú reyndar stóðst þig vel Helgi, það var skellt á þig strax í bæði skiptinu. Þetta gengur út á það að láta skella sig. Já. En nú er klukkan að verða 6. Rikki G er mættur í stúdíó við FM 95 Blö að kveðja þennan 50 og Helgi, það eru búið að vera forréttind að fá að vera þetta með. Sömu leiðis maður, þakka þér. Búin að væli þið lengi. Ég ætla ekki að fara. Nei, svo mættur í dag og búið að vera mikið stuð. Hjöppi K verður mættur í dag morgun klukkan 4 og við ætlum að heyri Brjánibreka og fleiri dagskrárlið. Það er náttúrulega föstudagslægið og pepphotnið og ég veit ekki hvað. Þannig að endilega stillin klukkan 4 á morgun. Auti Blö og Helgi Seljan kveðja en takið vel á móti Rikka G. Bletti því að hann er rétt og
mættur og verður með ykkur til 9 í kvöld. Hafið það sem allra best í kvöld. Takk fyrir mig. Takk aftur Helgi. Fæðubótaefnin færð þú í perform.is. Optimum Nutrition hefur verið valið vörumerki ársins í Bandaríkjunum síðustu 2 ár. Perform.is. Holtasmára 1